Þú getur fengið þér aðra reskið hérna, þarna undir og lagt hana þarna við. Það er betra að leggja hana bara á móti og inn á þarna. Já, þú getur stillt þetta hérna. Líkar þetta hérna. Stróka þetta út. Þetta bara frá. Þú getur í sjálfu sér bara mælt horn á milli og fundið hliðina, bara helmingurinn. Gera það fyrir ykkur. Og ræði því að það er annarkort sko, og það líka getur alveg tekið þetta hérna, smeltið akkurat í hornið og svo hitt á móti. Þetta gera þetta svo sem er kortveggja svona og þetta akkurat. Þá farið bara miðpunktinn. Af því að það er ekkert víst að þetta sé hornrétt, til þess að fá þetta hornrétt og þá notar vinkilinn. Strika bara í sirkur áttina. Og þegar þú erum búin að festa, þá setur þú reskeiðina og strikar. Eftir þessu hérna strikum. Þú verður að nutta þessu vel setur þetta á strigan og nuttar vel í strigan því að það festist alltaf illa í strigan að það teipið. Og nú strikar eftir þessum hérna striku sem þú gerðir. Horn á milli. Neglið þetta svo í miðjuna og setur svo strikinn á hornin. Já. Alla leiðina í? Jú, strikar bara alla leiðina. Það strók þetta bara út þegar það sem út á stendur í lokin. Saugið sem við notum að það er sentimeter frá þessari brún að blaðinu. Það er 10 millimetrar. Og teipar hérna svona. Svona. Núna strikar það bara nóg að strika á teipið. Og svo mælir við 10 millimetra inn fyrir þetta strikið. Og settur svona á. Því að hérna komum við til með að setja reskeiðina 10 mm fyrir innan og svo sögum við. En taktu öll hornin svona.
Vendir hérna og hérna. Svo strikar við svona. En sem þegar þú ert svo hérna, þá viltu fá sentimetri hingað inn eða viltu fá hann hingað inn? Nei, alltaf inn á við. Alltaf inn á við. Svo hitar hann bara rétt aðeins hérna. Þá þurfum við að fá hérna Lengra. já hérna strikaði svona og hérna svona það er eins og við vitum hvar við eigum að enda. Og gott hérna á reskeiðina. Setjum svona teip á reskeiðina. Það er svo að við förum ekki of langt þegar við vorum að saga þetta. Stillir eftir þessu hérna, svona. Eftir þessu hérna strikum, sem sagt sentimetrin inn fyrir. Tökum strik hérna og hérna og svo leggur þetta alltaf eftir strikunum þeirra á. Svo eru strik hérna sem að segja svona. Þetta strik byrjum við aftanverðu og endum á þessu að framanverðu. Þegar við þarna byrjum á þessu hérna aftan, endum á þessu hérna framan. Og þegar við byrjum að saga, þá höfum við þetta svona og við erum að ýta honum örlítið fram. Og ef maður ýtir honum beint niður, þá festist það meira. Þannig að örlítið lyft honum og ýta honum fram. Saga svona viðgerðir í dúk á steingólfi. Þá undir maður ekki alveg fara með, passa að blaðið fari ekki ofan í steinin, þannig að það eyðileggist. Og þá höldum við bara hérna fast, stillum strik á móti striki. Þessi takki við ýtum honum hérna aftur og erum að halda honum, aftur réttiðina. Og svo heyrðum við bara rólega. Svo endum við með striki hérna nú. Bingo. Þá getur maður verið með ríksu á þetta, en við erum ekkert að því núna. Settu einn bleðil hér og einn bleðil hér. Þá veistu að þessi hlið á að vera hérna. Hérna geturðu tekið vinkilinn eins og ég sýnt þér, til þess að fara ekki á langt. Svo hérna krókurinn hérna. Tekið þetta bara með króknu hérna. Og það getur ágætt að hafa réttið hérna, nei, vinkilinn hérna. Því þá ferði ekki. Hann er góður svona stöður.
Svo finnum maður bara því að það blöðin þarna fara alveg bara í hvelli ef maður fer hún í steikuna. 30. Það er rétt, 60 hundir. Já. Þannig að valdi þetta og strika svo hérna í gegnum þennan hérna. Hérna megin. Já. Strikaði bara þetta hérna. Þetta getur að strika hérna. Strika frá þessu línu og þessu línu. Já, bara tekur rétt hérna og strika þessu hér og hér. Og svo tekur í vinkil á línuna hérna og stykur megin. Það verður svona margfalda og margfalda og margfalda. Já. Úrið og svo hér, hvernig það er. Þetta er jafnveg stærðar. Svo alveg þá réskeiðina bara hérna. Þannig. Þá getur þú smellt vinklinu svo. Og það fer eftir neðra naglanum. Og þú getur strikað hérna líka. Þá ertu komið með stefnuna fyrir réskeiðina. Það er snið. Já, svo bara færið það alveg stillir þetta af. Og strikað svo. Og svo smeltur það naglanu hérna og tekur strikað á þetta. Ok. Já. Þú fá alla línunar eða bara 9? Þetta er bara þessa 9. Ok. Já, og af því að hitt er hérna. Já. Og síðan tekur hérna á milli og strikar hérna. Því að þú berð bara á þennan hérna flöt þegar þú límir stykkið niður. Þannig að við séum ekki að líma það sem við tökum svo hitt stykkið. Já, það er strikað hérna. Nei. Nei, hérna. Já. Ég er að segja það hérna, og svo hérna. Hvað svo Það var bara punktar. Svo tekur réskeiðina og strika línuna. Þú setur hann á punktana og strika línuna hérna á milli. Já, gott það. Nei, svo falli betur að. Þetta er mikið